Malawa skortir ekki hæfileika, heldur frekar tækifæri og heimamenn eru sérstaklega áhugasamir fótbolta. Ascent Soccer eina fótboltaakademían í landinu fyrir ungt fólk og veitir strákum og stúlkum upp að 20 möguleika og tækifæri til að hljóta skólastyrk. Herra Jónas, við erum komin hérna í Ascent Soccer Academy. Sko eftir að hafa keyrt í gegnum sérstökustu götu allra tíma. Rosalega sem ég séð, sko. Og þá birtist þetta. Bara algjörlega upp úr þurru. Þetta eina knattspyrnuakademían í Malawi. Já. Og það eru ungi strákar sem fá tækifæri að koma hérna og eiga þá á séns að fara til Bandaríkjanna til dæmis á skólastyrk. Einmitt. We spend a lot of time each year trying to find the very best youth talent from across the country. We're the only academy that scouts nationwide, and then we invest holistically into those players' lives through advanced soccer coaching, education, character development, like developing the person, and then we support them with their nutrition and the medical side as well. Akademían hefur á undanförnum árum komið 65 ungmennum á fullan skólastyrk erlendis og þó nokkrir leikmenn hafa komist á reynslu hjá evróskum og bandarískum fótboltaliðum. Ascent Soccer hefur einnig komið fjölmörgum leikmönnum í malavísku úrvalsdeildina. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. Við vorum hérna bara fyrir utan þessa veggja áðan og fátæktin og bara það sem í gangi ótrúlegt. Þannig að þetta alveg gríðarlega mikilvægt fyrir þessi stráka að fá aðgang á svona dóti. Góðan daginn. Það landslýstreyja í velunni, ég ætla að vinna þetta. Ég á ekki 9. For the winner, well done, really well done. First of all, really, really well played. I can see so much talent in this group. I'd like to point out, don't underestimate being a team, like support each other. Don't underestimate being a team on the pitch as well, like tactics. Don't underestimate tactics. So really listen and focus when your coach is teaching you tactics, but just keep working hard and guys, have fun with it. You know, play with a smile. This is so much fun. Það búa 45 strákar saman í akademíunni, þar sem þeir stunda nám, æfa fótbolta og skipta húsverkunum á milli sín. Yfir 20 strákar deila einu stóru svefnherbergi. Áður en heimsókninni lauk, settist Rúrik niður með strákunum sem spurði hann allt milli himins og jarðar varðar atvinnumennsku í fótbolta. Áhuginn leyndi sér ekki og það var augljóst hvert hugur þeirra stefnir. Að lokum hélt fyrirliðinn hjartnæma þakkaræðu fyrir Rúrik. Vá hvað mér þótti vænt þessa heimsókn, Jónas. Já, þetta var ótrúlega upplifun, sko. Það var ótrúlegt að sjá hvernig þeir búa og að sjá bjartsýnina í þeim. Þeir eru að fá séns sem að drengir í Malaví fá almennt ekki. Algjörlega, og þegar fyrirliðinn stóð hann upp í lokinu og þakkaði fyrir sig, það snerti mig mjög djúpt og ég farið með þér í gegnum ýmislegt, Jónas, en ég er ekki frá því að þetta í fyrsta skipti sem ég sé tár á hvarmi hjá þér. Getur það verið? Ég skal játa það. Ég var bara mjög hrærður að upplifa þeirra viðbrögð við þessari heimsókn. Ég finnst það ótrúlegt. Það var virkilega fallegt.